Við erum saman komin til að kveðja hinstu kveðju, Böðvar Inga Ingimundarson. Ég votta ykkur sem hér eruð í dag, mínar innilegustu samúðarkveðjur. Þegar við í dag felum Böðvar og okkur öll í Guðs hendur. Á þessari stundu saknaðar og sorgar, sem líka stund fallegra og góðra minninga. Og fyrir þær allar erum við þakklát og biðjum Guð að blessa þær. Við signum okkur og segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Við biðjum saman, vertu nú yfir og allt hring, með eilífri blessun þinni. Sitji Guðs englar saman í hring, sænginni yfir minni. Amen. Hundrað fyrsti Davíðssálmur talar sterkt til okkar sem búa á þessum slóðum, þar sem fegurð og styrkur fjallanna, vatnanna og náttúrunnar allrar sem við höfum fyrir augum okkar, mótar huga okkar og hjarta. Það hefði reyndar mátt sjást meira til þeirra í sumar, en það er annað mál. Á skáldið segir, ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Drottin er vörður þinn, Drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá.
og að eilífu. Amen. Bréfinu í Nýja testamentinu þá standa þessi orð sem minna okkur á hvernig tónlistin og söngurinn tengir saman hjörtu mannanna og vinnur ætíð í þágu tengsla sem byggja upp, gleðja og blása í brjóst lífsástinni. Og við viljum líka í dag fá að þakka fyrir þessa fallegu tónlist sem við fáum að njóta. Því söngurinn og tónlistin heldur okkur uppi og umvefur hjartað á stundum gleði og sorgar. Þetta vissi Böðvar og þessu lifði hann eftir. Og postulinn skrifar þetta: ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið Drottni af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði Föðurnum fyrir alla hluti í nafni Drottins vors Jesú Krists. Amen.
Við megum rísa á fætur og hlýða á heilagt guðspjall sem stendur skrifað hjá guðspjallamanninum Markúsi. Þá hvíldardagurinn var upp liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsli til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólar upprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunnanum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin klæddan skikkju og þær skelfdust. En hann sagði við þær: skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjáið þarna staðinn sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall og sæl erum við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Jesu
heilsa ykkur með orðum postulans sem að ávarpaði vini sína, náð sé með ykkur og friður. Við erum saman komin hér í Skálholts dómkirkju til að heiðra minningu og kveðja mikinn öðling sem setti mark á umhverfi sitt með dugnaði og skapandi hætti. Það er margt sem kemur í hugan þegar löngu og farsælu lífshlaupi eru gerð skil, enda lét Böðvar til sín taka á mörgum sviðum. Böðvar Ingi Ingimundarson fæddist á Laugarvatni 24. desember árið 1939. Hann var sonur Hrefnu Böðvarsdóttur og Ingimundar Ólafssonar, kennara í Reykjavík. Böðvar ólst upp með móður sinni, fyrst á Laugarvatni og svo að Laugardalshólum frá 4 ára aldri. Böðvar ólst upp með systkinum sínum, sammæðra, Friðgeiri og Kristínu Stefánsbörnum. Einnig átti hann bróður samfeðra, Ólaf Örn Ingimundarson, sem nú er látinn. Böðvar gekk í barnaskólan á Laugarvatni, svo í héraðsskólan. Að því loknu lærði hann húsasmíði hjá Guðbirni Guðmundsinni, húsasmíðameistara frá Böðmóðsstöðum og fór á samning í höfuðborginni. Að því loknu tók við nám við Iðnskólann í Reykjavík og meistaraskólann og var Böðvar einn af fyrstu nemendum sem luku námi þaðan. Í Reykjavík kom Böðvar meðal annars að smíði merkra bygginga eins og Hótel Sögu. En lífið í Reykjavík var ekki eintóm vinna, heldur gafst stundum færi á að fara á böll og Böðvar reyndist flinkur dansari og þess nutu systkini hans þegar hann tók til að leiðbeina þeim og æfa danssporin við nýjustu sönglögin sem hljómuðu á gömlu gufunni á laugardagskvöldum. Böðvar Ingi kvæntist Halldóru Þórdísi Guðmundsdóttur 17. desember 1966. Þau Dóra hefðu því átt demantsbrúðkaup á þessu ári. Það er fallegur bragur yfir sögu þeirra hjóna sem voru samhent í starfi og leik. Stunduðu hestamennsku árabil og bjuggu sér dýrmætt afdrep á sveitasetrinu Hólabrekku sem stendur á lóð út frá Laugardalshólum. Í tilhuga lífi Böðvars og Dóru komu meðal annars við sögu kökur úr húsmæðraskólanum, þar sem Dóra starfaði eftir að hún lauk námi þaðan, þorrablót í tungunum og rómantík í bláum Land Rover. En leiðin lá auðvitað alltaf á Laugarvatn, þar sem ungu hjónin byggðu sér húsið Lyngholt og fluttu inn 4. mars 1967. Og þessi nafngift hússins er sótt á snilldarinnar hátt í ljóðið góða eftir Davíð Stefánsson
vertu hjá mér Dísa. Þau hjónin eignuðust 3 börn og eru 2 þeirra á lífi. Elstur er Guðmundur Böðvarsson, húsasmíðameistari. Hann fæddist 1966, er kvæntur Kristrúnu Sigurfinnsdóttur, íþróttakennara og lýsingarhönnuði. Börnin þeirra eru Kristbjörg, Ragnar Ingi og Finnur Þór. Sambýlismaður Kristbjargar er Bjarni og þau eiga Inga, Leó, Ólafíu og Alexander. Ragnar Ingi er kvæntur Hafdísi og þau eiga Freyju Rún og Ármann Inga. Sambýliskona Finns Þórs er Elína. Þórdís fæddist í júní 1969. Hún lifði örskamma stund og lést 4 daga gömul. Yngst er svo Bryndís Böðvarsdóttir, klæðskeri og framhaldsskólakennari, fædd árið 1973. Hún er gift Ólafi Diðrik Ragnarsyni rafeindavirkja. Börnin þeirra eru Róbert Máni og Sólrún Dóra. Fyrir átti Bryndís Aron Inga sem er giftur Guðnýju Ósk og þau eiga Aþenu Líf og Emilíu Líf. Það er óhætt að segja að Böðvar hafi bókstaflega sett svip sinn á Laugarvatnsþorpið, því þar var hann umfangsmikill í byggingarstarfsemi með flokk manna. Hann hafði menn í læri sem sumir tóku til starfa mjög ungir, eins og Guðmundur sonur hans, sem byrjaði snemma að fylgja honum eftir með litla hamarinn sinn. Meðal þeirra húsa sem standa eftir Böðvar eru Húsmæðraskólinn, viðbygging Menntaskólans, pósthúsið og bankinn, og þau eru fleiri húsin sem Böðvar kom að við að reisa. Hann sinnti líka öðrum störfum, var húsvörður í Húsmæðraskólanum langa hríð og sá skóli var tekinn í notkun árið 1970 og svo sinnti hann viðhaldi þessara bygginga sem að hýstu ólíka starfsemi og voru til dæmis notaðar undir Íþróttakennara Háskólann og Íþróttafræðasetur Háskóla Íslands. Þar vann hann til starfsloka. Og þess má geta að frá opnun Íþróttahússins árið 1987, fyrstu 2 eða 3 árin voru þau Böðvar og Dóra, fyrstu starfsmennirnir og sinntu sitt hvori vaktinni. Þrátt fyrir mikla og ábyrgðarfulla vinnu, þá var alltaf pláss í lífi Böðvars fyrir auðgandi áhugamál og samfélagsþátttöku. Hér nefnum við auðvitað fyrst söngkór Miðdalskirkju. En Böðvar var stofnfélagi þar. Við nefnum líka Björgunarsveitina, Slökkviliðið og Lions Club Laugardals. Böðvar var kirkjunar maður, mætti allar messur og studdi vel við kirkjustarfið og kirkjuna í Miðdal. Þar var hann alltaf kletturinn í bassanum, aftast í kórnum. Og til að vitna í einn söng félaga í þessu samhengi, þá hvílir nefnilega allur kórsöngur á bassanum, til hins betra eða verra, og þarna klikkaði Böðvar aldrei. Böðvar var líka formaður söngkórsins hríð og studdi við kórstjórana eins og kostur var,
til dæmis með að ljósrita og varðveita nótur fyrir kóræfingar. Söngkór Miðdalskirkju var ekki eini vettvangurinn sem fékk að njóta bassans trausta, því Böðvar söng einnig með karlakór hreppamanna í áratug. Fyrir ekki svo löngu síðan þá var Böðvari og fleirum í söngkór Miðdalskirkju veitt heiðursviðurkenning þjóðkirkjunnar fyrir framúrskarandi störf og ómetanlegt framlag til kirkjutónlistar á Íslandi. Þessi verðlaun sem biskup Íslands afhendir miða við að viðkomandi hafi átt að minnsta kosti 30 ár í kirkjukórum. Og þess vegna hefði Böðvar auðvitað átt að fá 2,5 lilju. Svo langur var farsæll ferill hans í kirkjusöng. Og Böðvar var með eindæmum ljóðelskur og nokkuð snjall við að setja saman vísur, eins og þau sem næst honum stóðu fengu vel að njóta. Árið 1975 hófu þau Dóra ásamt 2 öðrum hjónum að fara árlega í hestaferð upp á hálendi. Þá skipulögðu þau leiðir, ráku lausuhestana, gerðu matseðil og höfðu trúss og matráð. Þetta voru feikna merkilegar ferðir sem gleymast seint þeim sem fóru með. Böðvar útbjó til dæmis snilldarinnar klósettstól sem settur var yfir holu og svo var sérstakt fánasystem þar sem hvítt flagg gaf til kynna hvað væri í gangi á því svæðinu. Þrátt fyrir mikinn fjölda skepna og manna, þá man enginn eftir því að neinn hafi slasast eða óhöpp hafi orðið á þessum ferðum. En mikið til af skemmtilegum og fallegum myndum og mörg góð vinabönd urðu til og styrktust í þessum ferðalögum. Þess má geta að þessi virðulegi félagsskapur hlaut nafnið Landaferðalagið og það má hver lesa í það eins og hann vill. Þau hjónin voru alltaf duglega að fara í bíltúra og skoða landið, tóku fallegar landslagsmyndir og nutu náttúrunnar. Þau leigðu yfirleitt bústað einu svona ári og fjölskyldan kom og kíkti í heimsókn. Og þá fóru þau í bændaferðir, ýmsar ferðir til útlanda, út fyrir landsteinana og eins með söngkornum góða. Eftir starfslok hélt Böðvar áfram í hestamennskunni og sinnti sveitasetrinu Hólabrekku vel. Þaðan sem gott var að ríða út á fornar og merkar slóðir. En það sem fór honum kannski best var afalífið með unga fólkinu í fjölskyldunni, sem aldeilis nutu þess að eiga handlaginn og vandvirk afa og ömmu. Það var smíðaður kofi yfir gamlan sandkassa í Hólabrekku. Þar voru líka sett upp karfa, rólur, mörk, kofinn gerður fínn og hreinsað út úr drullubúinu fyrir árlega sumarskemmtun. Leikið á allan handa og máta og meðal annars keppt í skeifukasti sem endaði á að sigurvegarinn
var skeifugörnin það árið. Barnabörnin fengu líka að njóta veiðiferða, þar sem rennt var fyrir silung í hól á eða net lagt í Laugarvatn. Á fiskibátnum fengsæla Halldóru L.V. sem flutt var sérstaklega inn frá Noregi fyrir útgerðina. Afkomendurnir fundu vel að afi hafði alltaf tíma til að aðstoða, vera með þeim, tálga og búa til hluti og kenndi Böðvar þeim þannig góð handtök og skemmtilegast að gera hlutina sjálfur. Og svo var það sérstakt happ fyrir ungu kynslóðina. Hvað afi var flinkur að búa til sverð og skildi til að leika með og fóru heilu vopnabúrin að berast úr skúrnum góða ásamt rendum hafnarboltakylfum, bílum og fleira fíneríi. Skúrin góði var hinn helgi staður Böðvars með alls konar verkfæri og tól til að búa til það sem honum datt í hug. Alla hluti geymdi hann og safnaði að sér nýtanlegu dótaríi, svo oft átti hann til varahluti í gömul skrapatól sem voru dottin úr móð og hætti í framleiðslu, svo sem þéttingar í krana eða slíkt. Enda má segja að hann hafi verið sérstaklega nýtinn. En handverk Böðvars lifa og halda áfram að gefa gleði og lífga upp á umhverfið. Hann var feikifær í útskurði, vandaði val á leturgerðum og kalkeraði upp á spýtur og skar út. Hann var flinkur að lesa í trjávið og valdi spýtur til að skera út ýmsa muni, svo sem klukkur eða málshætti eða boðskap á hillur eða skilti sem að afkomendur hans eiga nú og geta iljað sér við og notið. Og þá má nefna öll skiltin á húsum á Laugarvatni sem Böðvar skar út og eru sannarlega eitt af sérkennum þorpsins. Hér hefur borist kveðja sem ljúft og skylt að flytja. Það Lára Sigurðardóttir frá Bjarnastöðum í Grímsnesi sem að sendir fjölskyldunni hugheilar samúðarkveðjur og þakkar fyrir innilega og sanna vináttu í gegnum árin. Böðvar lést í faðmi fjölskyldunar á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut 13. júlí síðastliðinn eftir frekar snögg en harkaleg veikindi. Genginn duglegur, vandvirkur, ljóðelskur, minnugur og félagslindur maður sem hafði hugan ævinlega við verkin sem að biðu og átti næga þolinmæði og jafnaðargeð til að segja öðrum til og beina málum á betri veg. Söngmaðurinn, jólabarnið, dansarinn og stemningsmaðurinn Böðvar sem sannarlega setti svip á umhverfi sitt, setti og hans verður sárt saknað. Guð blessi minningu Böðvars og huggi þau sem syrgja og sakna. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi og verður aldir alda. Amen.
Við biðjum og þökkum þér, almáttugi Guð, fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von til eilífs lífs sem þú hefur endurfætt oss til fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Lít í náð til böðvars sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varðveit okkur í trúni á þig, að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleyst, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Og við sameinumst í bæninni sem að Jesús kenndi og biðjum hvert með öðru og hvert fyrir öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag úr daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og meðtaka blessun Drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.